á barn sem sko með bara óþroskaðan heila verja bara eyða stóran hluta æsku sinnar í símanum ég sé ekki að þetta getur verið gott ef ég tek síma minn og geri Instagram story eitthvað, já ég nú maður bara að borða þetta eitthvað svona, mér líður undantekningarlaust illa eftir það. Nú var ég að skjóta eins og tónlistamann sem farin í kulnun og var einn sem sagði við mig ég veit ekki akkur að það fyndið ég var að segja skilurðu hún með svo smitandi ég veit líka bara ekkert hvað þú tala það er einhvern skólstumann það er ung ég tek það fram, ég veit ekkert hvernig þú ert að tala það bara er eitthvað æðislegt við þetta ég ætla að klára þetta, það er ung en leiðilegt samt, sko, leiðilegt Jakob Birgisson, finnasti uppistandari landsins takk fyrir það kærlega velkomin, þú með sýningu byrjum að plugga því Vaxtarverkir, já Vaxtarverkir, ég fór á hana já, hún var ógeðslega fyndin ekki bara flott jú, mér varst þetta já vel, betra heldur en ég ætla ekki að segja bjóst við hljómar eins og ég segja nei, það aldrei verið eitthvað leiðilegt sko það er svona eðli málsins samkvæmt gerir maður yfirleitt ekki væntingar þegar maður mætir á svona viðburði sko ekki ég sko, ég geng alltaf inn á viðburði með það í huga að það verði ekki gaman og þá kemur það alltaf skemmtilega óvart þegar það er gaman já, ég reyni alltaf að halda sjálfum mér í vondu skapi já út af því að ef ég er í vondu skapi þá eru skemmtilegi hlutir miklu skemmtilegri já, ég reyni alltaf að rífast til konuna mína svona skemmi morguninn eða eitthvað svona já hendir ekki í kúkableiðinni nei, ég er bara alveg sko, ég rústa heimilislífin áður en ég fyrir á viðburði sko og þá var alltaf gaman æðislegt hana tónleikar nei, það gengur bara vel það er einhverja 3 sýningar í sölu núna Vaxtarverkir tix.is fyrir þá sem er að hlusta og vilja hafa pínu gaman já, það er að gera ekki ég ætla að mæla með sko, ég er svo leiður á því að auglýsa svona já. Og bara þreyttur á því sko. Þú ert ekki típan í það líka þú ert ekki nei, ég er svona ég ætla bara að fara að gera eitthvað annað taka pásu frá uppistandi koma aftur og vera bara með sýningar bara ekki að skemmt út í bæ nei, heldur þú getur kannski fengið vinnu við það að vera svona auglýsingarödd já, ég var glágetur ég geti ég var til að talsitja já en ég var aldrei sóst eftir því sko nei, er það ekki það mér finnst samt, er það ekki ógeðslega lokaður bransi ég held að þessi lokaður bransi ég held að þessi ætlast til þess að yfirleitt að þú kunnur að syngja og sést svona músikalskur og þetta eru ekkert það vel borgað með við vinnuna en Felix Bergsson er allir Disney karakterar ever allt gamalt barnæfni sérstaklega það er bara Felix Bergsson já, eða Latti Latti er líka stór hann sko en það voru bara þeir tveir Latti sko fekk gig með strumpana já, hann var bara allir ég ger þetta ekki nema engin annar fái þar við þetta alltaf nei, eins og segi, mér varst þetta skemmtilegt og og því að það sem mér finnst skemmtilegt og það sem mér er sérstaklega skemmtilegt við uppistandara er að það sem að Dave Chappelle hefur einmitt lýst sko þeir sem eru svona aðeins að íta á jaðarinn og þeir eru ekki feimnir við að svona hoppa á milli þeirra lína sko leiðilegustu uppistandarar er einmitt svona sem eru innan einhvers mengis og er bara svona öllum finnst það ógeðslega fyndið og öllum finnst það ógeðslega skemmtilegt og svona ákveðið safe zone já þú ert alveg að trítla á þessum jaðar sko já, allir það ekki þú veist það er bara þú veist, hitt þá þarftu að vera rosalega meðvitaður það og reyna að semja ótrúlega mikið inn í eitthvað svona safe dæmi sem að auðvitað bara sumt það sko en þegar maður meðvitað byrjar að reyna það verður líka bara svo leiðinlegt sko já, mér finnst það sko ég bara geta það ekki sko ég þarf bara svolítið að segja það sem kemur til mín sko hvað heitir hann? Kevin litli, svarti? Kevin Hart hann er svolítið þannig sko ég get ekki hort á hann og fundið skaman hann er svo ótrúlega vinsæll sko já, rosa sprækur sko, fullur orku já, hann er mikil orka sko hann er mikill markaðsmaður og svona og náttúrulega verið að skrifa bíómyndi líka á leikiðum og eitthvað hann er hjút sko hann er hjút og líka bara svona ótrúlega vinsæll ég gerði mig ekki grein fyrir því fyrir en ég bjó í Bandaríkjunum sko þá var hann alltaf svona efst á depli þegar fólk var að tala uppistönd sko ég held að Dave Chappelle Dave Chappelle elskar Kevin Hart held ég líka sko já, þeir eru einhverju félagar sko. og hann hefur peppað hann mikið sko en ég er svo sem ég er ekkert djúpur inn í þessari sinu
Nei. Eða þú veist Nei, augljóslega En þú veist, ég reyna að fylgjast með og svona sjá eitthvað sko, en einmitt það er eitthvað bara þú veist, mér finnst ofta erfitt að horfa á uppistand eins og á Netflix sem er í einhver svona risavaxinni höll og þetta er svaka sýning sko, þó það sé ótrúlega flott sko, það er ekki alveg það sem að ég fíla sko, ég vil helst bara hafa rauð tjöld og einn mæk sko og bara búið sko. Já, lágstemt en skemmtilegt. Já. Hérna, kosningar. Já. Varstu ánægður með þú hlýtur af að kosið Miðflokkinn? Ég bara leynilega kosningar. Já, þetta er það segir enginn hvað maður gerir í kjörklefanum. Nei. Hvernig fannst þér þetta fara svona almennt? Hvernig lesti stöðuna sko? Þegar núna er náttúrulega stjórnarmyndunar viðræður. Kosningarnar voru mjög skrýtnar, tala hægri sveiflu, samt eru núna tveir svona nokkurn veginn vinstri flokkar að ræða saman samhliða einum svona hægri flokk sem að er eiginlega vinstri flokkur. Allavega þannig sem maður svona heyrir út undan sér að fólk lesi þetta. Það er allavega mín skoðun. Hvað fannst þér þetta? Hvernig finnst þér þetta? Byrjum á kosningunum sjálfum. Hvernig fannst þér þetta að fara? Mér finnst þetta var svo sem þú veist að einhver leiti það sem að bjóst við sko að svona stjórnarandstöðuflokkanir sem voru að boða breytingar myndu fá fínt fylgi sko og bara ríkisstjórnarflokkanir fengu ekki góða kosningu. Þú veist, það var svona bara það sem að maður hélt fyrir fram sko og það svona nokkuð veginn gerðist. Alveg áhugavert að sjá 3 flokka ekki komast inn þarna. Það er á meðal 2 sem voru á þingi sko. Og fyrir utan alltaf Arna Þór, það var það 4. En þú veist, ég einhvern veginn fyrir fram, þú veist, þegar að komið nær kosningum þá hugsaði já, sósíalistar ná að renna þar hinn eða eitthvað sko. En það er einhvern veginn, þú veist, mjög mikið sem fellur dögt niður. Hvað er þetta mörg atkvæði á höfuðborgarsvæðinu? 15.000 atkvæði? Já, 15-20.000 sko. Þetta er rosalega mikið. Ég var búinn að gera mér einhver svona, ég var búinn að gera smá útreikning á þessu. Ég bjóst við því að sósíalistar, VG og Píratar myndi ekki komast inn. Já. Og ástæðan var einfaldlega svo að þegar ég horfði á það sem var að svona auðvitað í skoðanakönnunum, þá hugsaði ég, ok, vinstriflokkar var alltaf aðeins betri í skoðanakönnunum. Þannig að það sé að jaðrinum svona vísa til þess að þeir mun ekki komast inn. Samhlega því er náttúrulega rosalega hægri sveifla í heiminum. Já. Það er rosalega mikil, þetta er umbreytingatímar á marga vegu, bæði í sambandi við útlendingamál og í sambandi við efnahagsmál og sambandi við svona elítur stjórnmál, fólk sem dreipir á kampavíni og talar það allir að vera jafnir. Já, svolítið svona kerfi. Já, og ég sá að 47% voru óákveðnir og ég hugsaði með mér, ok, það er 100% að þessi 47%, eða 100%, það er mjög líklegt að þessi 47% munu koma til með að kjósa og vera líklegri til að kjósa til hægri. Og þar að leiðandi mun það minnka vægi þessa vinstriflokka. Þannig að ég gerði svona einfaldan útreikning á því að þeir myndi allir falla af þingi eða komast ekki inn. Já, ég bjóst hana við undirlokina allavega VG og Píratar myndi ekki komast inn og ég var einhvern veginn farin að halda að þú veist að einn flokkur kemist inn einhvern veginn. En þú veist, síðan er bara fínt að flokkunum fækki, ég held að það sé líka bara hollt allavega í bili. Flokkur fólksins, þú veist, það komir svo sem ekkert á óvart að þeir hafi fengið góða á kosningu, kannski, þú veist, ég bjóst ekki við að eru þau stærst í suðurkjördæmi eða eitthvað svoleiðis, sko, en þú veist, ég bjóst alveg við því að eins og síðast, sko, þar áður 2021, hvað fóru þeir upp í 9% eða eitthvað, þú veist, þeir voru svona eitthvað rétt svo að mælast inni kannski, þú veist, þetta bara, þau voru bara að fara að stækka, sko, þú veist, og þessi þannig að Gjalla Inga Sæland, náttúrulega, hún er ekkert eðlilega mælsk, sko. Nei, hún er líka svo viðkunnarleg, sko, ég held að það hafi líka haft rosalega mikil áhrif á. Hún hefur farið svolítið undir radarinn hjá þessum svona hægri hagsmunaöflum sko, eins og Sjálfstæðisflokknum og þessum svona öflum sem að eiga það til að svona fara svolítið í manninn í því að svona rétt fyrir kosningar sko. Já, þetta liði líka allt elskar hana þangað til að hún er að fara að mynda ríkisstjórn án þeirra. þá allt í henni er hún bara ógeðslegur populisti og eitthvað svona hræsnari og hún mun svíkja allt sem hún hefur sagt og eitthvað svona að finna að fylgjast með því sko. En þú veist, ég veit ekki svo sem hvað komur á þú veist, það komir þannig ekkert eitthvað mjög mikið á óvart, þetta var bara eitthvað svona staða sem teiknaðist upp og það var bara skrítið að sjá 6 flokka, þú veist, þetta er bara eitthvað sem er að venjast. Mér finnst þetta persónulega gott sko. Já, ég held að það sé bara mjög fínt upp, þú veist, það er nógu erfitt að mynda stjórn núna
þú veist, ég held að sé alveg erfiðar að, þú veist, segjum svo að þessi stjórn verði mynduð, þá það samt alveg ákveðin brekka, skilur fyrir þetta fólk, ég held að sé ekkert bara eitthvað, já, flott, bara afgreiða allt svona, sko. Og þessi hægri sveifla, það auðvitað alveg einhver leiti rétt, en þú veist, mér finnst líka bara eins og Samfylkingin að mörgu leiti hafa fært sér svolítið inn á þess svona, þú veist, bara með Kristrúnu, sko, þú veist, þau eru að tala fyrir bara miklum virkjunum og þess áttar, sko, þó þau tali líka með einhverjar x miklar skattahækkanir einhvers staðar, þú veist, mér finnst þetta ekkert verið einhver ofur vinstri flokkur heldur, sko. Nei. Þó þessi auðvitað auðvelt að slengja því fram, sko, auðvitað eru þau meira til vinstri en aðrir flokkar þannig, en þú veist, mér finnst þetta svona vera svolítið sérstök umræða, þú veist, eins og Sjálfstæðisflokkurinn að vara við vinstri beygja, eitthvað eru búin að vera 7 ára ríkisstjórn með VG og þegar ekki getur komið sér saman neitt stórt einhvern veginn, til dæmis virkjanir og þess áttar, og ég held að þetta fólk hati að þau sé að hugsanlega að fara að sjá ríkisstjórn sem svona eitthvað á miðjunni, þú veist, við vitum náttúrulega ekki alveg hvernig hún verður, það engin stjórnarsáttmáli sem liggur fyrir, sem örugglega að fara bara að virkja og gera þessa hluti, skilur, sem þau voru alltaf að tala um að ætla að gera, og ég held að það trufli, sko. Já, þetta líka náttúrulega bara með Sjálfstæðisflokkinn, sko, ef við horfum bara blank á það fjármagn sem í umferð og húsnæðisverð sem náttúrulega bara í ekki kannski fullkomnu en í ákveðnu samræmi við það. Það alveg eðlilegt að húsnæðisverð sé orðið svona ótrúlega dýrt út af því að við náttúrulega bara mókuðum 400 milljörðum inn á hagkerfi sem við vorum líka að einhvern veginn slökkva á sama tíma, sko. Já. Þetta eru vaxtamörkin, Þórurinn. Þetta eru vaxtamörk Reykjavíkurborgar. Já, það náttúrulega bara ekki rétt, sko. Það einhver leiti rétt, en það ekki... Já, en þú veist, ég held líka bara eins og það, skiluru, þú veist, maður var bara, ég horfði á þetta, var bara því að, þú veist, ég engin, þú veist, heitar á neitt flokkaðan eitt þannig. Mér þykir alveg bara, þú veist, ég í grunninn alveg bara pínu íhaldsamur með eitthvað svona, þú veist, ég alveg pínu sleikjaður, skilur. Mér þykir ofta vænt valdhafa, sko, þú veist, ekki á einhvern svona óhollan hátt, held ég held bara, ég ber alveg virðingu fyrir því að einhver þurfa að stýra og það get ekki allt verið fullkomið og nákvæmlega eins og ég vil hafa það, skilur. Ég ekki passa upp á þig. Já, ég ekki fyrsti maðurinn sem stígur upp og segir sprengjum ríkisstjórnina, skilur, út þegar ég svo ósáttur og þú veistu hvað ég meina. Þegar þú heyrir orðið svona breytum þessu, ertu svona nei. Já, þú veist, það bara mismunandi eftir hvað það sko. Þú veist, núna vildi ég bara breytum kerfinu, eins og Viðreisn var að segja, sko. Já, þú veist, núna vildi ég breytingar í raun og veru, þú veist, með þessi ríkisstjórn ekki góð, en ég var ekkert eitthvað á hverjum einsta degi bara, ríkisstjórnin, skilurðu, kannski bara því ég lifi ákveðtu lífi, en þú veist, ég veit það ekki, ég meina það örugglega mismunandi og sumir eru rosalega uppteknir alltaf af valdinu, sko, sem örugglega bara fínt. Núna líður mér eins og ég sé psíkopati einhvern veginn, ég veit ekki af hverju en þú veist, ég bara síðan fór maður að sjá hana málflutning, þú veist, eitthvað bara með Reykjavíkurborg á heilanum og ég bara, þú veist, ég trúi þessu ekki ég bara, þú veist, ég kaupi þetta ekki minnst það bara rugl þú veist, og ég held að allt svona verður eitthvað svo og þar að leiðandi held ég líka þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn verður bara meira óspennandi kostur fyrir vikið einhvern veginn eftir kosningar líka fyrir aðra flokka til að vinna með, þú veist gerðu ESB að kosningamáli þú veist, þau sem gerðu það að máli skilur það var enginn þannig að pæla svona mikið ESB, það lá alveg fyrir hvað þessu flokkar vildi gera þau vildi kjósa á einhverjum tímapunkti en við erum samt múin að mála sig upp sem ESB flokkin sko. Og svo þau voru alveg að keyra það svolítið í byrjun en svo einhvern veginn þegar að þau fóru að átta sig á því að það var ekki stemming fyrir ESB þá fóru þau að ég held að bara átta sig á því að þú veist það bara mjög takmarkaður hópur sem kýs bara út frá ESB þú verður að finna að það sé eitthvað annað og ESB aukamál, skilur bara eins og með fullt af flokkum út allt, skilur út í heimi, þeir eru með eitthvað svona langtíma sín en síðan standa þeir fyrir eitthvað annað, skilur og það líka vandamál og þú segir bara ESB hvað ég bara að tala með ESB, skilur þú veist, það eru bara mjög þröngur hópur geðveikt harðura Evrópusinna sem eru að fara að kjósa það en þú verður að geta einhvern veginn lagt eitthvað fram og mynda ríkisstjórn og þá komið með þetta inn á borðið sko. En þú veist, en þetta var svona umræða, þú veist, á að þunga þjóðin í ESB og eitthvað og þú veist, ég held að allir sem fylgdust með þessari baráttu, það var engin eitthvað á því að það var verið að fara að þunga neitt í ESB sko. Nei, ég var með Ernu Mistjana rétt áður en ákomst og við vorum að ræða sko að hérna þurfur einhvern veginn að móta svona það mynd af sjálfum þeir sem voru að reyna að sýna hérna almenningi
er að það sem þú ert ekki þú ert ekki hérna ESB-flokkurinn og þú ert ekki og það er að reyna einhvern veginn að útskýra fyrir mér hvað allir hinn eru vondir mér finnst það svo vond í almennri umræðum stjórnmálar ekki svona hversu frábæra hugmyndir þínar eru heldur hversu ömurlegar hugmyndir hinnar eru sko. Og síðan held ég líka bara að fólki að þótt skrítið sko, þá margir ára ánæður að ríkisstjórnin hafi verið sprengt en þetta var svona, við höfum náð rosalega miklum árangri það er rosalega margt hérna frábært hjá okkur og við ætlum að ná meiri árangri og útlendingamálin er ekki ennþá vandamál hérna, við erum búin að ná tökum að þeim en við erum samt að sprengja og til að VFG vill ekki ganga lengri í þeim einhvern veginn svona, þú veist geggjaðu punktur, ég hef ekki pælt í þessu og maður er eitthvað svona, er það ekki frekar óábyrgt að sprengja ríkisstjórn fyrst að þau vildu líka meina sko, verðbólgan er í frjálsu falli, vextin er að lækka við viljum ekki eiga hætta á að það verði hérna, sett í eitthvað rugl og maður er eitthvað myndi það ekki ábergur bara valdhafi halda áfram og vera bara eitthvað við erum að fokkin geta þennan viðbjóð ofan í okkur en þú veist, við erum að bjarga þessu öllu skilur, þú veist, og ég held bara svona ótrúlega margir sjá þetta sé eitthvað þó þeir hugsa þetta ekkert nákvæmlega svona það er bara eitthvað off við það sko. Þannig ég held að það hef verið síðan bara svo erfitt að segja afleikur eða ekki skilur, kannski hefur komið miklu verð út í vor eða bara betur, líklega betur sko, held ég. Já, ég sagði, ég var að reikna út, fyrir 15 mánuðum sagði ég að Svandís Svavarsdóttir myndi koma til með að sprengja ríkisstjórnina VFG. Hún náttúrulega kaust að sprengja VFG í staðinn og við sáum útkomuna úr því núna. Út af því að það var eitthvað svo einkennilegt að fylgjast með, sérstaklega eftir hvalveiðimálin, að bara einhvern veginn lesa sko 900 orða pistla frá Óla Binni bara sem að hljómaði bara eins og þau væru í stjórnarandstöðu og svo Teitur Björn líka Villi Árna og fleiri sem voru bara í stanslausum bara nýðskrifum það hvað það væri ömulegt að VFG væri við stjórnina og ég held líka að það sem að gera pínu ótrúverðt núna og þá er ég ekki að segja að ég haldi endilega að flokkur fólksins sé eitthvað bara það sem að allir flokkar myndu kjósa að vinna með fyrir kosningar og það er svolítið bara pínu wildcard, skilur, ég veit ekkert hvernig er að vinna með flokki fólksins í ríkisstjórn en það er alltaf núna byrjað þessi sjálfstæðismenn að sko endalaust að tala um Ragnar Þór og Ragnar að vera með Ragnar Þór þannig í ríkisstjórninni, hann verður nú á móti öllu og eitthvað, maður er eitthvað þið voruð í flokki eða eruð í flokki sem var í ríkisstjórn og ykkar flokkur var meira og minna í stjórnarandstöðu sjálfur sko. Hvað var Jón Gunnarsson annað en þeirra Ragnar Þór, skilur og Óli Björn og eitthvað þú veist, veistu hvað ég meina sko þú veist að þetta, mér finnst það líka verða ótrúverð til að þau tala svona mikið um það sko, maður er eitthvað ég veit það ekki, þú veist getur vallorðið mikið verra en þetta var sko. Nei, ég heldur enda sko það sem þau kannski er að segja með flokk fólksins er bara það hefur komið svo ótrúlega einkennilega staðhæfingar frá þeim undanfarna mánuði. Ég er alveg sammála því sko, ef ég væri sjálfstæðismaður þá væri ég örugglega að segja þetta allt sko. Þú veist, ég skil alveg hvaðan þetta kemur og þú veist, ég er bara mörguleiti get alveg tekið undir þetta sko en það verður bara svo margt svona maður tekur minna mark á því einhvern veginn. Já, ég 100% sko og að þau séu sko, þau sprengdu þessi ríkisstjórn, skilur hinum flokkunum vildi ekkert sprengja þetta sko og ég held að við komum með hryllilega við Framsókn líka sko, þeir hafa verið að keyra á svona málum eins og einhverjum svona menningamálum og einhverju dóti sem að fólk kýsa ekkert út frá í svona efnahagsástandi þannig að þeir voru náttúrulega bara, þú veist þeir vildi bara halda þessu sem lengst bara helst fram á næsta haust, þangað til að efnahagsástandi væri vonandi komið eitthvað svona aðeins skárri farveg sko ég held þá hefðu þau geta einhvern veginn uppskorið meira sérstaklega sko þegar fólk er kannski að horfa sko sem að annarkvort börn eða eru þeir einstaklingar sem að húsnæðisvextin eru að fara úr 220 skalli í 560.000 krónur næsta mánuði. Værið til að þrefalda listamannalaun? Já, þetta er náttúrulega bara mjög, ég mitt ræði það eins í sýningunum mínu núna, sko, listamannalaunin og ýmislegt í kringu það. En, sko, þannig að þú veist, maður skilur fólk að vera kannski bara pínu ruglað, sko. Það er ekkert endilega, margir svona, ekkert endilega eitthvað geðið mikið á móti sjálfstæðisflokknum, en er heldur ekkert með honum. Sumir hatan og aðrir bara svona eru þar, sko. Þetta er svolítið svona skrítin staða sem þið eru í. Er ekki skrítið samt að hata íslenska valdhafa, sko, ef við tölum bara það sem við svona okkur svona greinir á sko, þá er þetta oftast eitthvað
Þú veist, á fjármagnstekjuskattur að vera 22%, 20 eða 25 á meðan við erum að sjá í öðrum löndum þar sem að fólk bara heyrðu, hérna, þetta okkar svæði og ef þú hypjar þig ekki þá drepur þig. Já, maður kannski skilur það meira hjá svona þeim hópum sem að líða einhvern skort, sko, og finnst það eins og þeir hafa verið skildir út undan, sko. Þá svona skilur maður það kannski öðru í þessu, sko. Að hata, er það ekki svolítið sterkt? Já, þú veist, ég meina fólk hatar ótrúlegustu hluti, sko. Hatar þú eitthvað? Skilur, þú veist, fólk rosa mikið því, nei, hata ég eitthvað? Þú ert ekki típan í að hata, sko? Nei, ég rosalega þægileg allt svona, sko. Já. Þú ert að, já. Mér leiðast hlutir, en ég hata ekkert, sko. Já, skapgerðin ekki eins og jarðskjálftamælir, hún rosalega svona bein lína. Já, almennt, sko, myndi ég segja það. Verður einhvern tíma svona bara ofsa glaður, bara svona himin lifandi? Nei, það ekki oft sem það gerist, nei, sem að því miður bara. Það, ég svona einstaka sinnum eitthvað og ég get eiginlega ekki sagt hvenær ég var þannig síðast, sko. Kannski þegar barnið þitt kemur í heiminn eða eitthvað? Já, þú veist, þá maður mjög svona, maður finnur fyrir gleði innra með sér, sko. En nei, ég ekki mikið annarkvort mjög hrifinn af einhverju eða mjög andvígur einhverju, ég svona frekar rólegur með allt svona, en ég held bara að það verði áhugavert allavega hvort þessi ríkisstjórn verði mynduð ekki, sko. Hvað heldur þú? Betting man? Akkurat núna ætla ég bara að segja að hún verði mynduð, sko. Já. En bara það eitthvað byrta myndir af sér í vöflum og eitthvað, þú veist, baka og eitthvað. Hver heldur að fái hvaða embætti? Kristrún fjármála, Þorgerður forsætisráðherra, Inga innviðaráðherra? Já, eða félagsmála. Já, eða félagsmála. Ég heldur að Guðmundur, ég veit það ekki. En samt, Jóhann Páll vil líka fá félagsmála, sko. Já, og síðan eru þau náttúrulega að tala um þetta að fækka ráðuneytunum og eitthvað svona, það verður svolítið erfitt að nákvæmlega hvaða ráðuneyti eru hvað, sko. Já. Þú veist, við ætlum að fara aðeins í eldra að horfa á þessu, hafa stærri og færri ráðuneyti. Heyrismanni, þannig að ég veit það ekki, sko, sem þú veist hver far heilbrigðisráðuneytið, það er erfitt að segja til það, sko, en ég reyndar spáði bara rétt fyrir kosningar að Samfylking, Viðreisn og Miðflokkur myndu enda saman í ríkisstjórn. Það er option núna, ekki? Jú, það meðist engin ræða, sko, það er einhvern veginn alltaf sjálfstæðisflokkur en ekki Miðflokkur, sko. Nei, var það ekki bara of þungt fyrir Viðreisn að vera að lúðra í þá stjórn? Ég held að það myndi tapast fylgi. Ég veit það ekki, en ég meina Bjarni óvinselasti stjórnmálamaður landsins, skilur. Já. Sem ég segi ekki. Breyst, sko. Þú veist, ef hann búinn að vera forsætisráðherra og hann hoppar einhvern veginn milli ráðuneyta í hvert skipti sem að kemur eitthvað upp á. Já. Er búinn að vera svona ímynd þess vonda stjórnmálamanns. Ég held bara vandinn sko, að þú ert að semja við Bjarna. Man líður eins og hann sé hálf umboðslaus formaður, skilur. Þú veist, síðan mæta allir sjálfstæðismenn, nei, við treystum honum rosalega vel og hann okkar formaður, en síðan að þú hittir eitthvað sjálfstæðisfólk sem eitthvað aðeins hana inni, skilur, það engin sammála neitt hana, sko. Nei. Þú veist, og maður sá þannig bara í þannig að þessari könnun sem kom hana, hver vilt að leiði flokkin, eitthvað. Þórdís Kolbrún var eitthvað 30% og Gulli 17% eða eitthvað og Áslaug Arna og Bjarni voru bara svipuð, sko. Þú veist, þannig að það rosalega erfitt að átta sig á því, sko, og því að maður ekki þannig inn í flokknum, sko, ég bara átta mig ekki á því hversu ánægð eru, þú veist, hvort við ætlum að bara, hvort að munu eitthvað lið bjóði sér fram þó að Bjarni bjóði sér fram, sko, og hugsanlega vinnan, skilur, og ég meina, hann rústaði ekkert síðast, sko, Gulla. Það var 60-40, eða 64 held ég. Það ekkert víst að hann myndi vinna aftur, sko. Nei, og það líklegri í dag heldur en það var þá. Já, þannig að þú veist, það líka ákveðin, held ég, svona fyrir flokka sem væri að fara að mynda stjórn með honum. Auk þess bara þetta hvalveiði dæmi núna, skilur, fólki finnst þetta bara skrítið. Ég veit ekki tannilega hvað almenningi finnst eitthvað. Hvað finnst þér hvalveiðar? Hvalveiðar, ég hef rosa litla skoðun á hvalveiðum, sko. Já, ekki bara skrítið líka að vera með einhverja sterka skoðun? Mér svona verra ef þeir eru raunverulega pyntadýrin, skilur. Það fínt að þeir geta drepað það strax og bara dreigja það í land. Já, en þú ert atvinnufrelsismaður í svona grunninn. Já, og þú veist, ég nefnilega búin að vera að pæla í, sko. Þetta ekki tilfinningamál fyrir mér, en ég skil alveg fólk sem á mótið þessu. En eðlilegra að vera með 1,5 milljón hænsna í búri til þess að drepa það? Jú, ok, þau drepa kannski strax.
en ég held að sé ekki hamingjusamt líf ef ég myndi velja sjálfur að vera í búri alla mín ævi eða deyja kvalaföllum dauðdaga ég veit ekki alveg hvort ég myndi velja, ég held ég myndi velja kvalaföllum dauðdaga sko. Þannig að maður svona verður að tala um mannúð sko, og líka við hugsum til það sko. Þetta er svona svolítið annarkvort eða sko. Já, en líka maður með hvalinn sko, þetta er svo mikið kjöt per meðvitund það er svo mikið af kjöti sem þú færð fyrir eina meðvitund versus það, hvað ertu með margar meðvitundir og þegar þú kaupir kjúklingavængi það eru nokkrar það eru náttúrulega hellingur sko. Nei, ég meina, ég er sammála því sko, en það finnst mér þessi svona verksmiðju framleiðsla á kjöti alveg svona pínu eitthvað skrítin sko, en þú veist, make a sense svo förum við út í búð og horfum hérna af hverju er þetta búið að hækka 500 krón og herðu við vildum að þau myndi lifa þeim sómasamlega lífi og væru ekki að væri undir berum himni nei, lokið þetta af strax, ég vil fá Er það ekki líka bara til að vera með eitthvað tolla á öllu sem er fluttingað inn? Jú, líka það sem ég bara, af hverju þurfa að vera einhverju svakalegi tollar á einhverju verksmiðu framleitu kjöti til að vernda bændur út af því við viljum hafa innlenda framleiðslu til þess að bara vernda einhverja gæja Moselsbæ sem eru bara með heilu skemmunar af einhvernum kjúklingum ég veit það ekki, ég var líka bara til sem neytandi að fá bara að kaupa ódýrari verksmið kjúkling einhverstaðar annar staðar frá sko. Já, en svo er þetta líka verndarstefna undir þeim formerkjum að það væri betra fyrir okkur að hafa þessa matvæla framleiðslu innanlands út af því hún myndi leggjast af ef það væri ekki neina tollar og þar af leiðandi myndum við vera í veikari stöðu ef það kemur eitthvað fyrir í heiminum Ég er bara ekkert viss myndi leggjast af, ég held að myndi bara breytast sko. Eða? Já, mikið þessari framleiðslu Þannig að það að vera hægri maður ungt hægri sinna fólk, er það skemmtilegt? Það er búin að pæla sko svona vaskreittir svona pappastrákar sem að eru á bíl sem að pappi þeirra keypti sem er, hann kaupir ekki dýrasta bílinn en hann kaupir alveg, þetta er svona Audi A3 þetta er bara svona þokkalegu bíl með miklum aukabúnaði vaskreittur með í póló skyrtu með kasmírpeysu alltaf svona bundna yfir sig og tala um það að vinir þeirra sé ekki nógu duglegir að vinna Já, hann er mjög líklega ekki skemmtilegur sko. það er svona ályktun sem ég get dregið bara út frá þessu en þetta er erfitt að fullera um það sko. Hægra fólk, veist, ég veit það ekki mér finnst alltaf sko með svo fyndið sko, sem er með svo alls konar fólk í kringu sig sko. Mér finnst svona þessi hægri sveifla, mér finnst hún ekkert endilega að byggjast á einhverjum gæðveitt mikið eitthvað svona ríkið á ekki að gera neitt eitthvað, mér finnst þetta meira að vera eitthvað væp sko. Veistu hvað ég meina? Mér finnst þetta vera svolítið eitthvað margt fínt hérna, þú veist, leggja niður fjölmiðlanemnd eða eitthvað og bara höldum þessu áfram, skilur mér finnst þetta rosa mikið verið þannig og eitthvað svona svolítið svona eitthvað anti-woke hreyfing, skilur bakslag, sko. Og eitthvað svona pínu svona eitthvað þreyta á kerfinu skilur og einhverjum svona valdhöfum sem að verða ráðherrar og bara breyta einhvern veginn talanda og orðaforða, geðið mikið það er svona leiði á því sko en þú veist þessi hægri sveifla, þú veist, mér finnst ekki allir eitthvað gett hugmyndafræðilega hægri sinnaðir sem maður hittir sem er eitthvað að kjósa einhverja hægri flokka sko, eða þú veist ég veit ekki, mér er svolítið erfitt að greina þetta sko með þessa hægri sveiflu og þú veist, það er einhvers konar hægri sveifla, skilur Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir hjá Heimildinni var að skrifa pistil núna í morgun sem ég veit úr búin að lesa að bakslægi væri núna í sko kosningunum og það var að koma í rauninni í ljós núna þegar Inga Sæland þetta hafi verið myndað Ingu Sæland og Sigmundur Davíð við fjallaðum það að við ættum það á hættu að mannréttindi yrðu undir í þeirri hugmyndafræðilegu baráttu þar sem að karlmenn eru byrjaðir að hvað ég að segja, sjá hag sínum borgið í því að tala á máta sem er okkur sem samfélagi óþóknanlegur og við sem samfélag viljum náttúrulega ekki sjá þessa þróun Hvað finnst þér sem andstæðingur bakslagsins hvað finnst þér bakslagið? Sko, mér finnst þér svo svo erfitt með svona mér finnst ég of heimskur einhvern veginn til að tala með svo hluti, þú veist, ég veit ekki alveg ég meina, þú veist, í hverju nákvæmlega felst þetta bakslag, skilur og af hverju gerist það, skilur Það er út af því að við erum með svona þessar hefðbundnu karlmennsku hugmyndir fyrirvinnuna að konan eignast börn
Nei, þú verðum að tala bakslag þetta auðvitað svo hugmynd að við séum með ég meina það má alveg segja sem svo að það sé bakslag ef að af hverju er þetta að hlæja þess að ef það á að vera skiluru grunnpælingin skiluru að þetta sé bara svona og að hvað sé hvernig? Ég veit það ekki, konur sé á vinnumarkaði og eitthvað svona og það sé eitthvað veist, ég veit ekki, að fer eftir bara hvað þeir finnst normiði að vera, sko. Mér er bara fundið því að ég er svolítið að móti þessum réttrúnaði og það að fólk með ekki hafa mismunandi skoðanir og einhvern veginn við farin að samþykja allskyns mjög einkennilegar vendingar eins og það sem við vorum að koma inn á núna. Já. Og ég, einhvern veginn, þú veist, þetta bakslag og þessi bakslagsumræða er einhvern veginn bundin við það að fólk þurfi að vera jafn slæmt og þér finnst að þau þurfi að vera. Það er að segja tökum bara svona pistil eins og þetta bakslagið er einhvern veginn í baráttunni eða kosningunum eða eitthvað kom eftir kosningar manni hvernig titillum var að skilur hugmynd okkar að því hvernig miðflokkurinn er til dæmis hann þarf að vera það slæmur að fólk fái bara ónóta tilfinningu að þau heyra orðið og svo einhvern veginn svona þú veist spjallar við það og þeir eru ekkert miklir kannski skítalar og margir vilja láta og líta út fyrir að vera en þetta er svona framboða eftirspurn af skítalum og þú þarft að hafa það þannig að sko framboð af skítalum sé það mikið að eftirspurn eftir þínu frumkvæði að berjast gegn bakslæginu sé eitthvað sem að fólk þarf nauðsynlega á að halda eins og með hérna fóstureyðingar það var vissulega í umræðum í Bandaríkjunum kannski er þetta að fara rauk fyrir því að þá munur þetta að leiða til þess að þetta komi hingað en það var einhvern veginn þurfa Bjarni og Sigmundur að vera nei þetta eru menn sem eru andstæðingar fóstureyðinga Já Það er kannski ákveðin einföldun sko, einmitt, þú veist, en síðan ég er þetta bara, þú veist, ég er ekki margt sem sýnir sig einhvern veginn, þú veist, ég er ekkert mjög djúpur í þessum málum, ég einhvern veginn, þetta er, margt svona er svolítið eitthvað sem ég bara svona, já, einmitt, og síðan bara svona, þú veist, ég er of heimskur til að, svona Hómer inn í runnan. Já, að það er, skilur, þetta er pínu eins og skilur að þú býr til eitthvað gerfi stéttarfélag. Þannig að þú tekur eitthvað svona ákvæmna hópa og lækkar launið þeirra og segir að þetta sé bara löggilt og gott stéttarfélag þá ertu samt einhvern veginn aðeins búin að lækka eitthvað þröskuld skilur lækka eitthvað dæmi og þú veist það verður auðveldra að grafa undan hinum og það er pínu pælingin og ég get alveg fallist að það svona þú veist leið og byrjar eitthvað svona aðeins að krukki í einhverju skilur þá getur að leitt til einhvers annar. Þannig að, þú veist, mér finnst flókið að segja einhvern veginn að þetta allt sé kjaftaði og þetta sé allt svona, þú veist, mér finnst þetta kannski ekki alveg vera það svart og hvítt, sko. Alveg eins og, þú veist, bara maður finna það oft þegar hvernig fólk talar Trump, skilur, þú veist, þetta er svona oft ákveðin einföldun kannski á málinu, þú veist, það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir því að fólk er að kjósa hann, skilur. Já, rúm 50% mandaríkjum. Já, það er eitthvað svona það er ekki bara út af því að það fílar einhvern veginn hvernig hann talar konur eða eitthvað, það er meira kannski bara það einhvern veginn leiða hjá sér margir skilur, bara út af því að þeim finnst eitthvað annað að, sem þeim finnst bara þessi fínu stjórnvöld skilur, að þessir hefðbundnu pólitíkusar einhvern veginn hafa bara klúðurað sko. Og þeir hafa ekki trú á kerfinu, þetta verður svona eitthvað anti-establishment dæmi sko. Mér finnst það góð greining hjá þér. Og Inga er náttúrulega til dæmis, bara frekar gott dæmi það skilur að hún er að mörguleiti bara að segja mjög fallega hluti sko, bara mjög fína hluti og síðan er eitthvað svona annað eins og svona fekar svona öfgakennda ræður þarna eins og í þessu þungunarófsdæmi sem er svona pínu að mér finnst svona svolítið rosalegar skilur en þú veist, bara allt í lagi, hún er með þau sjónarmið en það er líka bara flokkur utan eina mannesku og hún stýrir flokknum svolítið en það er fólk miðin að hana og þau bara verðast vera nokkuð samstíga svona í mörgu, síðan kemur svona eitt og eitt svona pínu crazy, skilur eitthvað, neyðarlega Seðlabankan og eitthvað, en síðan er það bara svona humma af sér, skilur og eitthvað, en það er svona bara gegn, þú veist, það er bara margir sem hafa meiri trú á því, þau eru bara eitthvað, af hverju ætti allt þetta fólk sem er í þessum geggjuðu stjórnmálahreyfingum sem halda þessa geggjuðu landsfundi og það sem er hvort er alltaf verið að þakka eitthvað fólk niður, skilur, nei, við skulum fresta þessari tillögu og eitthvað svona og það er bara ekki trú á þessu, þú veist. Síðan kemur þetta fólk og myndar einhvern veginn alltaf ríkisstjórnir saman hvort þið hata hvort annað en síðan bara myndaður ríkisstjórn og þetta er allt bara frábært og þau eru öll vinir og sér myndir af þessu liði eitthvað saman í bjór einhver staðar og þú farið eitthvað ónóta tilfinningu og síðan kemur Inga bara og segir bara
það fátækt á Íslandi, skilur, bara hamrar á þessu, skilur. Engu ekki boðið þann bjór, sko, held ég. Nei, kannski núna. Mér finnst það einhverju leiti fallegt að fá hana inn, skilur. Þú veist, það pælingin, þú veist. Inn í ríkisstjórn þá eða inn, það er nú lengur komin inn, sko. Já, í bjórin, þú veist, í ríkisstjórn, skilur. Ég veit ekki hvort sé gott, þú veist, það þarf ekkert endilega að vera slæmt. Ég veit það ekki. Það kemur í ljós. Kannski ertu líka að fyrirbyggja einhvern frekari slæma hluti og já, eða bara frekari uppgang svona afla sem sagt sko, þegar ég segi svona afla þá ekki endilega að segja þessu neikvæð endilega per se, heldur bara afla sem snúast persónur og 1 eða 2 mál og eitthvað svona anti-establishment skilur, leið og bara leifir þessu fólki að stýra með þér, skilur þegar hann að halda þeim utan við og segja að þetta óstjórntækt hræðilegt fólk kannski bara betra að fá þau þó inn, skilur og vinna með þeim og bara sjá hvernig það sko en þú veist síðan bara veit maður ekki, það svo erfitt að segja til með það, þú veist ég hef náttúrulega ekki verið við stjórnarmyndunarborð með Ingu og bara hvernig það að væpa með henni og síðan bara fólkinu með henni í flokki og eitthvað, en þú veist hún ógeðslega skemmtileg, ég hef fengið henni að hingað náttúrulega 2 ára. Ég persónulega held að hún sé ekkert eitthvað minna óstjórntæk en margir, en þetta alltaf áhætta fólkin í því einhvern veginn þegar þú veist ekki alveg nákvæmlega utanum hvert agenda og hverjum einum skilur. Þú veist, ég veit það ekki, það verður aðeins kannski flóknara sko. Það eitt sem að Inga líka greip sem að stjórnmálamenn erlendis hafa átt að segja á og stjórnmálamenn hérlandi hafa einhvern veginn svona prófa sig áfram í því sem vörun að segja þetta, það myndavél hérna en það það hættum áramótin. Já, það ekki? Jú. Já, velgert. Tölum það smá. Latar, já, kláraðu. En hérna, það sem að hún greip var að hún segir svona svolítið þá hluti sem fólk að hugsa en þú ekki segja. Já. Fór og dæmdi sér alveg í það. Já. Hún alveg bara, þetta bara della. Já. Vita allir, það dónalegt að segja það, sko. Já. Og þegar það líka ofur einföldun einhvern veginn oft á einhverju. Þú veist, eitthvað della en það samt einhver ástæða fyrir því að koma á fót og einhvern veginn, en þú veist það della, eða kannski fólk búið að gera það torvelt að skilja það ekkert svona flóknir hlutir endilega en það líka margt sem sett á og síðan flækist það og það einhvern veginn hægt að þjóna tilgangi sínum sko. Já. En þú veist, eins og með þessu svona bandarísku stjórnmál og svona, þú veist, ég ekkert eitthvað geðt svona ég hef ekkert svona farið gett fræðilega inn í eitthvað það sko, þú veist, mér finnst ótrúlega erfitt að mynda mér skoðun á því nákvæmlega hvað gott og slæmt, þú veist, hvort að sé eitthvað verra en hvað annað að mynda allir bara, þú veist, það sem ég veist kannski fært við þetta bara, þetta eru flokkar sem fengur góða kosningu, pínu svona, allir þessi flokkar eiginlega unnu kosningarnar og þau bara, já, þú veist, fólk virðist vilja eitthvað í þess áttina. Þetta vil ekki allir kjósendur hvers flokks þetta, en þú veist, það aldrei að fara að gerast og við getum myndið þannig stjórn sko. Það vil ekki allir kjósendur Viðreisnar að þau vinni með Sjálfstæðisflokknum á miðflokknum og það vil ekki allir kjósendur að þau vinni með Samfylkingunni og það vil ekki allir kjósendur Samfylkingarinnar að þau vinni með flokki fólksins, skilurðu. Þetta verður bara farið í tönum við stjórnmálinu því að við erum með það marga flokka og við erum það sammála allt einhvern veginn það að Viðreisn stjórni miðflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn eða Samfylkingin það að einhverja sem flokkum sé að fara að stýra ekkert eitthvað hræðilegt fyrir alla aðra í landinu. Nei. Veist, við erum ekki að tala það, þetta ekki eins og við séum að kjósa í Bosníu eða eitthvað, skilur, það sem bara 2 flokkar skilur, sem eru bara, ég hata hinn. Nei. En, og ég myndi segja sama Bandaríkin, sko, það að republikanarstýri eða demokratastýri miklu minni blæbrigðamunur á því heldur en eins og svo ég nefna aftur einhvers staðar í Austur-Evrópu það sem mér svo sérstætt í þessu sko að við erum alltaf einhvern veginn í absolute terms eða absolute hugtökum bara eitthvað, ef að samfélkingin kemst að þá munum við bara sjá samfélag Þetta eina vinstri stjórn eitthvað og maður eitthvað ég veit ekki, þú veist þetta eitthvað svakalega mikil vinstri stjórn eða þú veist ekkert svo mikið sko ekkert eitthvað miðað við það sem við erum búin að vera með þá þú veist, ég veit það ekki. Nei, þetta náttúrulega skattahækkanir sko sem ég held að muni koma til með að hafa slæma áhrif á atvinnulífið
En það er líka sko einmitt, þú veist, það svolítið erfitt að tjá þetta fyrir, þú veist, fyrst að Viðreisn og Samfylkingin virðast vera svona svolítið mikið saman, þá hljótaði að vera eitthvað búin að semja það, skilurðu? Já, Viðreisn hefur virkilega að tala gegn skattahækkunum, þú veist, þá hlýtur einhver svona eðlileg málamiðlun koma, skilurðu? En síðan veit maður ekki, sem kemur Flokkur fólksins og, kannski verða bara einhverjir skattar hækkaðir alveg massíft, þú veist. En það svolítið erfitt að segja það, þú veist, ég myndi ekkert endilega að vona því, sko. Nei, svo er það líka bara svo áhugavert að fylgjast með því, sko, núna þegar bakslagið datt af þingi, hvort að Samfylkingin mun þá var að reyna að tala fyrir bakslaginu og tala það að það sé, þú veist, nei, þú geta það satt ekki, sko, því Inga Sæland var eins og ég var fjallum, sko, hún var svo eina sem að greip þetta að segja svona það sem allir eru að hugsa. Já. Og hún svona óðsóldi í útlendingumræðina. Samfylkingin búin að gefa svona blikk í þá átt. Viðreisn búin að vera meira svona woke megin, sko. Mér finnst bara með þessi útlendingumál, mér finnst eiginlega allir sem á hana þingi, nema Sigurður Ingi kannski var helst eitthvað. Já. En mér fannst samt svona í grunninn allir vera sammála bara eitthvað, herðu. Það er eitthvað að gera. Bara herðum bara reglunar, skilurðu. Styrkjum þetta kerfi, þú veist, sem sagt ekki sem sagt fáum gett marga inn og þú veist, heldur bara eitthvað svona tökum við móti færri, gerum það bara vel þú veist, við höfum svona einhverjar grunnskyldur, skilur og það er bara fínt að fá eitthvað fólk sem við bara svona komum inn, sko mér fannst eiginlega allir svona nokkuð veginn, það var bara áferðin var önnur, skilur þetta er áferðarmál, skilur Þetta er svona stefjumál já. Rétt svo að bragðbæta og kalla það ógeðstrykk. Já, þetta er svolítið eins og þú getur komið inn á ákveðnar íbúðir og það er bara eitthvað af málninguna sem skilur, þú veist það er bara fín íbúð, skilur það er bara eitthvað af málninguna sem eitthvað svona pínu áferðin á henni, skilur veistu hvað ég meina? Og með alls konar mat líka, það er eitthvað svona ákveðin áferð bara eða, þú veist, skyrtur svona ákveðin áferð á þeim sem segir eitthvað svona aðeins, þú veist, eins og áferðinu þessari skyrtu, þetta er ekki beinlega eitthvað svona get fínt eða eitthvað, þú veist, já, ég veit það ekki þetta er samt bara skyrta, sko já, þú veist, þetta er mér finnst þetta svolítið vera þar, sko þú veist ég get eiginlega ekki ímynda mér að nein ríkisstjórn sem gæti myndast væri eitthvað að fara bara, við ætlum að aflétta þessu geðað mikið eða eitthvað, eða þú veist nei, það var engin, ekki einu sinni Píratar voru þar nei, það sem er eiginlega freka magna, sko, en þau náttúrulega töluðu eiginlega það þau töluðu þetta rosalega enginlega máta eins og mannúð er rosalega mikil svona hugtak sem að fólk slengir í umræðum til að segja ekki neitt já. Og svona, eða þú veist, það er svona svolítið svona kontrast því að ég er fyrir mannúð þá erst þú að móti mannúð já, einmitt, þetta er ákveðin svona þetta er ákveðið bakslag þetta er bakslag og eins og segi, Sigurður Ingi náttúrulega eins og þú varst að segja tók þarna rosalega einkennilega ræðu þar sem hann fór með ræðina með blaði fyrir framan sig hann bara og það sem var svo sérstakt við þessa ræðu hún var svo stjörnugalinn hann var náttúrulega hvað er vandamálið? Þetta var svolítið svona Hallgrímur Helgason hvað eru þið hræddu? Eru þið hræddu við enchilada? Eru þið hræddu við kebab? Hvað eru þið hræddu? Og hann sagði eitt hugtak sem ég varst reyndar ekki nægilega mikið í umræðina og bara vandamálið kunni ekki íslensku kennum þeim bara íslensku og ég hugsaði bara, skilurðu hvað þú ert að segja? Þú ert að tala um það að fá 1000 einstaklinga, ok, þeir sem hafa verið að koma, en ok, segjum sem svo þú ert að tala um 600, 700, 800 sem að þið myndi hugnast við að fyrirkomulega sem að þú verið með og bara, hvað er vandamálið? Kennu það bara. Að kenna mörg hundruð einstaklingum á ári íslensku er alveg erfitt. Já. Ég væri alveg til í samt svona veislu bara, það er svona alvöru breytingar í því, sko. Pældi í veislunni, það værum bara raunverulega að kenna fólki íslensku. Bara svona... Hvernig myndi svo veisla fara? Er það að tala um það á... Þetta væri bara eitthvað NASA, svona... Já, bara Páll Óskar og bara kærastinn hans og eitthvað, þú veist, þetta væri bara... Nei, ég veit það ekki, þú veist, bara eitthvað svona, þetta væri bara inn í öllu einhvern veginn. Það væri bara verið að... Ég veit það ekki. Það þrengja þessu upp á. Kannski... Ég nefnilega, sko, út af að Snorri Másson hann hefur verið að tala um að svona efla íslenskuna og ég velti fyrir mig, sko, ef að miðflokkur kemur stjórn sem það gæti alveg gerst hvort að þeir fari þá að, þú veist, að skilti verða að vera íslensku og eitthvað þannig
hvort það muni vera hvernig sér þú þetta fyrir? Þú ert listskapandi málið þitt tól hvað finnst þér svona íslensku og þróun íslensku? Sko, mörguleiti náttúrulega gerði fráfarandi ríkisstjórn alveg allt í lagi hluti í því, sko. Þú veist, Lilja þarna með þetta, þau voru alveg mikið að vinna í þessari gervigreind og öllu því, sko. Voru alveg á einhverjum fundum, bara með einhverjum risum þarna úti og íslenskan hefur alveg verið í forgrunni þarna, sko. Hún var annað tungumálið sem var gerð svona formlega tungumál ChatGPT. Og þú veist, þegar ég var aðeins yngri þá var alltaf umræðinni, sko, við þurfum að koma íslenskunni í tæknina, þú veist, það aðalatrið, hún verður hluti af lífi okkar einhvern veginn líka í stafrænum heimi og eitthvað svona, og ég meina við erum bara komast ágætlega þangað inn, sko, og það gengur tiltölulega vel, þannig að það út af fyrir sig er mjög jákvætt, sko, síðan eru þetta bara svona fólksfjölgunar dæmi vandamál allstaðar, þar sem fólksfjölgun, þú veist, það eru ákveðnu kostur við það, og það eru bara mörg erfið úrlausnarefni, skilur við. Það er ekkert bara tungumálið, það er bara hvernig þú kemur fólki fyrir og kemur þeim inn í skólana og hvernig skólana geta tekið á móti börnunum og þú veist, það er bara svo margt, sko, þú veist, og heilbrigðiskerfið allt í einu, þú veist, og alls konar félagslega úrræði, ég meina, að taka á móti fólki sem búið að vera í einhverjum stríðshrjáðum löndum og eitthvað, þetta eru bara, þú veist, ráskoranir. Já, það er það, bókstaflega. Þannig að, þú veist, það er kannski ekki bara íslenskan sem vandamál þar, sko. Og ég veit ekki hvernig besta, þú veist, þú verður að vera með eitthvað takmark á því hvað þú tekur við mörgum og síðan þarftu bara að vinna þessa vinnu mjög vel, sko. Já, ég nefnilega hef alltaf, þú veist, það er kannski sínu að einhver ákveðin kerfi séu líka bara pínu veik, sko. Já, við þolum ekki fólksfjölgunina, sko. Nei, og það sem að ég einmitt og ég meina okkar hagvöxtur samt byggist að mestu leyti á fólksfjölgun, sko. Já. Þú veist, þetta er eiginlega bara fólksfjölgun, þessi hagvöxtur. Ég meina, hagvöxtur per haus er ekkert eitthvað mikill á Íslandi. Ég held að við staðið síðan 2016 eða 17 eða eitthvað, þú veist. Já, ég þekki ekki tölunar. Mér minnir reyndar að það sé alveg slatta hagvöxt að mannsamt. Nei, heyrðu, það er rétt, já, út af því að okkur fjölgaði svo mikið. Já, en þú veist, ég er samt bara að segja eitthvað sem að ég held að sé rétt, þannig að þú veist. Já, við erum alltaf í hlaðvarpi, eigum að tala óábyrgt. Finnst þér að við ættum að lækka skatta á barneignafólk? Sko, ég veit ekki alveg hver er besta leiðin, hvort það sé endilega, þú veist. Við þurfum að fjölga okkur, sko, við erum komið, þú veist, fæðingatíðinni minnkar. Við þurfum líka bara gera bara líf barnafólks bærilegra, sko. Þú veist, þetta er helviti mikið stús, sko. Og þetta er náttúrulega, en síðan tala maður líka. Myndirðu segja að barneignafólk sé jaðarhópur sem við þurfum að taka betur utanum? Já. Hefur verið bakslag í þessari baráttu? Það er mikið bakslag barnafjölskyldna, sko. Ég held samt, þú veist, kannski að umræðan skapast það núna vegna þess líka að efnahagsástandið er mjög slæmt, sko. Þú veist, sem sagt slæmt í þeim skilningi að bara verðbólga og vextir eru búin að há allt of lengi, sko. Ef við værum með það í eðlum, þú veist, þá væri það líf mitt bara töluvert þægilegra, sko. Þú veist, fjárhagur heimilis míns er svona alveg, hann líður alveg fyrir allt of háa vexti í, þú veist, hvað er þetta búið að vera í langan tíma? 40 mánuði eða eitthvað, 50 okkar mánuði held ég. Hvað er að sjá fram á að verðbólgumarkmið sem að náðum eitthvað 2027 eða eitthvað svoleiðis, þú veist, var ekki Seðlabankinn að breyta því núna daginn, þú veist, vextinir, ég meina, bara þetta hafa háa verðbólgu vexti í lengri tíma, það er náttúrulega bara það sem étur allt upp, þú veist, ef við náum þessu í einhverju stabilitet og það eitthvað svona jafnvægi, þú veist, í þessum málum, ég veit ekki hvort við þurfum að fara að ráðast einhverja sérstakar skattalækkanir á barnafjölskyldur, þú veist, það er líka alveg bara flókið að vera ég veit það ekki, þú veist. Nei, þetta er alltaf spurningi með, sko, þú veist, það er einhvern veginn, þú getur lækkað skatta og það getur verið fínt og þú getur síðan hækkað á og það getur verið fínt eða slæmt, en þú veist, það er líka bara spurning hvað kerfin þola af skattalækkunum og hvort það komi bara allt aftur inn í kerfið eða hvernig það er, sko. Já, það myndir náttúrulega mögulega að draga úr allir þeirri frábæra þjónustu sem að ríkið er að þó að að sinna allt náttúrulega skilvirkt og flott. Já, en þú veist, af hverju er það samt, þú veist, líka, þú veist, ég einhvern veginn svona svolítið ofta erfitt með að fóta mig umræðinu það, sko, þú veist, skilvirkni opinbera kerfa?
Já, sko, ég held að mörg gætu verið skilvirkari og það þurfti ekkert endilega að geta mikla peninga í það, sko, heldur bara einhverja breytingar, sko. Það er bara fjármagna þetta, samt. Þá myndi allt vera betra. Þú gerir grein fyrir því. Ég gerir mig grein fyrir því. En þú veist, það síðan kannski bara vantar fjármagn líka á einhver ákveðna staði og síðan kannski ríkjað að fást við hluti sem ætti ekkert vera að fást við og bara hætta þeim og einbytta sér að öðru og gera það vel. Veist, Vandinn er náttúrulega bara sá, það er ekkert innan opinberra kerfa sem að er eldmóðskvetjandi. Ég er nefnilega, ég er búin að hugsa rosalega mikið um eldmóð og allt sem að við, svona, mér veist, sérstaklega kannski eftir COVID, ég veit ekki alveg hvenær þetta gerist nákvæmlega, en allavega þegar ég var að alast upp, að þá einhvern veginn var kappsemi verðlaunuð. Þú áttir að reyna að ná árangri, þú fékkst ekki þátttökuverðlaun, þú fékkst raunverulega verðlaun, skilurðu? Við vorum að telja stigin, ekki bara einhvern veginn svona, já, höfðu ekki bara allir gaman. No, allt svona og það sem mér hefur fundist vont sérstaklega í samhengi við einmitt verðbólgu er að öll umræða verðbólgu hefur snúist að því hvernig við ætlum að veita meira aðhald bæði ríkisrekstri en líka bara á öðrum sviðum. Fólk þurfti að fara minna til tenni, fólk þurfti að vera að gera minna, fólk þurfti að vera að kaupa færri bíla, allt þetta dót. Og ég hugsaði með mér, sko, af hverju erum við ekki meira í svona á framleiðslu hvetjandi svona vinklinum? Af hverju erum við ekki meira að segja ungu fólki að reyna að svona gera sig gildandi í íslensku samfélagi? Þú veist, hvernig verðlaunar mannesku fyrir það að vera rosalega dugleg? Hvað er dugnaður? Hvað er marksetjum við elju? All þessi hugtök sem við þekkjum og meina, allar sögur, ég meina, hvernig við myndum hetjusögur, bara þær hetjusögur enda sem við segjum okkur bara í dag, þær eru flestar bundnar við það að einhver, nú var ég að skjóta eins og hérna tónlistamann sem er farin í kulnun og hérna var einn sem sagði við mig Ég veit ekki akkur að það fyndið Ég var að segja, skilurðu hún með svo smitandi Ég veit líka bara ekkert hvað það er að tala um það er einhver tónlistamann það er ung Þú veist, ég tek það fram, ég veit ekkert hvernig þú ert að tala um það bara er eitthvað æðislegt við þetta ég ætla að klára þetta en leiðilegt samt, sko, leiðilegt já, ok, sko það var hérna allar sjónvarpsstöðvar voru með sameiginlegt kvöld þar sem að þau voru að safna fyrir börnum sem að UNICEF Amnesty og UNICEF er líka eitthvað tengt þessu en allavega, það voru að safna fyrir þeim börnum sem að urðu fyrir einhvers konar áhrifum að stríði við gætt ráð fyrir því að vera 220 milljónir á næsta ári hvað er margir það eru ótrúlega margir og daginn eftir kemur hérna grein sem að fyrirsögnin er á endanum drepur þetta fólk þar sem hún var svolítið að lýsa því að hún hafi bæði verið í leikhúsi og í tónlist og að gefa út efni og það var bara augljóst að hún fær að reykast á vegg og á endanum myndi hún bara deyja úr þessu og ég hugsaði með mér, er þetta ekki alveg skrýtin titill örglúta því að var að fylgjast með þessu kvöldi þannig daginn áður og ég sagði, ég hef ekki mestar áhyggjur og ég sagði, þú veist, við hérna frækt fólk á Íslandi verður alltaf undir í þeim umræðum það hversu margir er að deyja út af kulnun í tónlistarsennunni og ég sagði við ættum að halda Live Aid tónleika fyrir sárþjáða tónlistamenn í kulnun til þess að vinda ofan að þessu og þá sagði ein hérna, ertu í alvörunni talað að gera grín að einhverju ungri mannesku sem er að opna sig kulnun og ég hugsaði með mér opna sig kulnun það hljómar eins og hetjudáð það hljómar eins og okkar hugmynd af því hvers konar hvernig við mótum okkur í samfélaginu síðan á það leið að sú manneskja sem að verður örkumla af vorkunn og sjálfur sér að hún hetja þetta er rosalega skrítin ég náttúrulega, sko, ég hef ekki lesið þetta viðtalið að veit ekkert um það en þú veist já, en ég meina, þú veist ef þú myndir einhvern veginn segja við mig að þú hefur opnað þig kulnun þegar þú varst í ómörgum uppustöndum þá myndi ég segja bara, ég myndi senda það persónulega skilaboð þú hvíldu þig þá bara en þú ert ekkert eitthvað að opna þig kulnun en ég meina, fólki er að opna sig allt, sko ég meina, kannski er það bara hluta einhverju uppgjöri bara fyrir þig bara, ég kulna og
opna mig það ég lærið svona og opna mig segja ég kulnaður lent á vegg hvað þýða þessu orðsamt að opna þig? Varstu eitthvað lokaður fyrir og ert að skila skömminni? Ég veit þú ert bara segja heiminum frá því að þú hafir kulnað og það hlutað einhverju uppgjöri og aðrir hugsa þetta samt að þýðir eitthvað meira heldur en bara það að segja heiminu það út af því að það að opna sig þessi manneskja að segja að ég var að opna mig kulnun eða var bara einhver annar að nota þetta en hún sagði samt á endanum drepur þetta fólk og það hefði ekki komið neinum óvart og hún hefði rekist á vegg og það var svo rosalega dugleg sko. Ég meina ég lendi oft í því bara ég bara örmagna ég þarf búin að vinna 16 tíma dag núna í 1,5 mánuð og ég bara ógeðslega, bara eftir þessu kosningar ég gaf út 1 þátt á dag það var bara, það gerði mig alveg bara örkumla af þreytu ég bara með þótti það skynsamlegra og kannski þetta bara rönglanálgun að hvíla mig í 3 daga og opna mig ekki það á internetinu já það eru auðvitað sjónarmið sko. En síðan bara veit ég ekki alveg sko. Ég veit ekki alveg hvernig kulnun virkar sko. Þetta einhver svona langtíma og síðan alltaf getur fólk verið með eitthvað intelligenti sko. Einu sinni var þetta ekki til sko. Nei Svo allt í hennu kom þetta og það var annarhver opinber starfsmaður með þetta Já, ég meina en síðan þetta líka oft bara eitthvað tilgangsleysi held ég sko. Þú eru að vinna mikið einhverju og síðan sér ekki tilgangin í því og eitthvað svona Þetta náttúrulega hluta bara einhverju svona nútíma vandamálum sko, að þú veist ég held að margir bara upplifið tilgangsleysi af hverju ég að þessu ég hef alveg fundið fyrir því svo ég opnum mig það að þú veist ég hef verið bara einmitt þreyttur og eitthvað sem bara af hverju ég að þessu finnst einhverjum þetta gaman þetta gagnslaust þú veist fullt af kennurum sem finnst þeir gagnslausir og tilgangslausir þeir eru samt að vinna mjög mikilvæga vinnu fullt af fólki bara sem eru svona einhverju frekar basic störfum sem eru svona mikilvæg og það upplifið tilgangsleysi og þau skipti ekki máli það hlýtur að éta fólk að innan líka sko. Já, ég held að það sé hárrétt og ég held að að kennarastéttin sé sú stétt sem að bæði þurfi á viðbótar virðingu að halda samhliða eldmóðskveitjandi umhverfi og ég held að það sé hárrétt ég held að kennarar séu svona mikilvægasta stétt sem við höfum en hún er mikið í kulnun því miður og tölurnar yfir það eru sláandi ég held að sé 17% af öllum þeim sem eru í kulnun eru kennarar og vinna í þeim gera 27% eru innan stjórnsýslunar þannig að ég held að það sé rétt þetta er ákveðin svona hvað ég var að segja, það er eitthvað að í samvættu við það hvernig við erum að svona aðtapna okkur í þessum málum en ég bara einhvern veginn held að leiðin fram á við sé ekki að fara í fréttatíma RÚV opna sig og segja ég bara þori að segja að ég hafi verið rosalega þreytt á vinnunum minni kannski það ekkert lausnin sko. Kannski gera það bara illt verra sko. Ég held það nefnilega en ég veit þú veist, ég veit það samt ekkert þú veist, verða en bara allt með þunglindi og kvíða og allt er það þá sama það? Já, einhverju leiti sko, því að ég held að það eru mím sem ég sá fyrir ekki svo löngu sem að put it on the wall Nei, það er svo að einhver manneskja sem á að vera svona þunglamæleg mynd sko og hún heldur á síma og eitthvað segir I should post my mental breakdown online maður hugsa sko auðvitað stjörnu galin athugun það er mjög vont að fara í einhvers konar talnúki með að fara bara eitthvað geðrof að birta á internetinu þinn lagsti punktur, þú dega vondan dag þetta er örugglega eitthvað sem endurspegla þig ekki eilífu en þú ert að gera það að verkum að til dæmis ef að þetta verður eitthvað sem er fyrir mikla dreifingu að þá mun þetta hafa áhrif á allt þitt líf þannig að það að birta sko maður sér þetta ofta á, þú veist ég byrti svona myndbönd á TikTok og svona það er bara fólk sem er bara að byrta einhvers konar kvíðakast á internetinu sem að mun sko, sem að gera það að verkum líka að það er þú ert hvattur til þess að halda því áfram út af því að fólk segir við vá ég er með þér, vá hugurökk takk fyrir þetta, takk fyrir að opna þig, ég hugsa bara þetta er vont og þetta hefur beináhrif að mínum að þeim og þetta er ástæðan fyrir því að segja réttrúnaðurinn sé svo skaðlegur fyrir allt samfélagið er út af því að
þetta líka gerir það verkum að fólk ólíklegra til þess svona árangri í eigin lífi. Já, ég meina það gæti vel verið, sko. Það gæti verið að, þú veist, síðan náttúrulega margt skrýta á þessum miðlum, sko. Þú veist, hvernig erum við með þessa miðla og þessa snillta tækni en samt, þú veist, einhvern veginn vanlíðan fólks að aukast freka mikið og það veriðist vera svona nokkuð tengt líka bara notkun á þessum miðlum öllum, sko. Það líka bara í alls konar samanburði og þú veist Þú fjallar þetta í uppistandinu hérna vömbina og svona Já, einmitt já, einhverju leyti, sko og mér finnst þetta vera svona mér finnst líka svo erfitt að taka eitthvað sem að líður illa komin á betri stað og segja, hann átti ekki að tjá sig þetta veistu hvað ég meina? En hann á betri stað út að hann tjáði sig þetta? Ég veit það ekki Ég ætla bara að fullera það svo sé ekki Nei, kannski ekki Ég held að sé mjög, það er mögulega til dæmi þess en ef við tökum makrósamhengi allir þeir sem að tjáðu sig sinn kvíða og allt þetta dót að þeir séu betri stað, verri stað á sama stað þá held ég að sú hlið hallist miklu frekar ef við erum með bara normal kurvu að þá ertu miklu líklegri til þess að líða verr í dag heldur en betur eftir það að hafa opnað þig kvíðaðinn Já, kannski, sko kannski það þannig ég veit það ekki, sko er það þannig það? Já, þú veist það núna Nei, en ég bara einhvern veginn þú veist, ef þú prófar að spila Source Nei, þú veist, ég veit, ég meina, ég get alveg trú, þú veist, auðvitað ef ég myndi posta á TikTok ég rosalega kvíðinn og óöruggur og mér líður illa yfir þessu og hinnu og eitthvað svona kannski myndi ég bara gera það einu sinni og fá góð viðbrögð og vera bara, mér líður aðeins betur og sem bara ekkert gera það aftur en mér kannski myndi að hitta mig þannig að ég var eitthvað mér líður bara ennþá illa eitthvað, ég ætla bara að posta aftur eða þú veist, þetta myndi festa þig, sko en líka, sko, þetta er aðeins og það er bara þannig svo sem með alla hegðun, sko en þetta er samt dýpra út af því að þú postar einhverju á samfélagsmiðla og það sem við þurfum líka að horfa á í því þegar að fólk er að birta eitthvað á samfélagsmiðla eins og þegar stelpur eru að segja, þú veist, ég postaði Instagram bara út af því ég vil halda utan myndina mínar nei, það eru miklu betri leiðir til þess að halda utan þú ert að birta mynda þér til þess að fá viðbrögð frá öðrum sem er alveg eðlileg, kannski mannleg hegðun já. En í þessu kvíðadóti að þá ertu að birta eitthvað þú færð viðbrögðin láta þér líða vel til skamms tíma og síðan ferðu aftur niður og þá ertu ferðu aftur að sækjast í sömu viðbrögð og þá er vanlíðan þín orðin samofin hluti af þinni tilvist og hann er samofin því að þú fáir þau viðbrögð sem að þú gerir ráð fyrir að fá og það er þetta sem ég held að sé svo slæmt og að við erum að tala eldmóð þannig og fleira þvíumlíkt að eftir því sem við höfum fjarlægst það að fólk hefur verið duglegt og við höfum einhvern veginn að vera alltaf við lægsta samnefna nei, við erum nú bara öll jöfn og nei, þeir sem eru duglegir eru ekkert eitthvað betri og eitthvað þannig að þá erum við að ýta okkur í þá átt að hvetja fólk til þess að vera í þessum lægsta samnefnara og þegar jafnvel fólk fer á aðeins verri stað að þá er það einhvern veginn svona fólk sem ætti að fá viðbótar athygli til þess að geta tekist á við sinn vanda og þú ert náttúrulega góð manneskja ekki út af að þú kemur manneskjan eitthvað til hjálpar heldur út af því að þú gerir hjarta á einhvern status Já, ég meina það gæti vel verið hjá þér, sko að fólk eigi ekkert mikið að vera tjásum svona í netinu þú veist, ég sem betur fer, sko hef einhvern veginn ekki fundið mig svona knúin til þess kannski en mér finnst þetta að vera bara svona þú veist, ég veit það ekki ég bara allavega sé svona fréttir og bara leðilegt að þessum líði illa og síðan bara held ég áfram einhvern veginn, sko þú veist, ég hef kannski ekkert kafað mjög djúpt í þetta, sko Nei alltaf verið að drulla mig á TikTok verið að vera að fá fólk þar sem ég er bara að ranta einhverja hluti og fólk er svona mér er svo leiðilegt að vera eitthvað svona þú veist, og ég hef ekki það mikla skoðun á þessu að vera svona eitthvað fullir eða eitthvað ég er hjartanlega sammálaður eitthvað, sem er ég eitthvað, þú veist ég veit ekki alveg hvað mér finnst það ég veit ekki það er að bera sem strömmnum, sko, þegar maður er í momentinu þú veist svona það er rúglega sniðugt hjá þig, sko ég kaupi margt að því svo að segja og ég held að sé alveg rétt upp að einhverju marki skilur sem, þú veist hvað segir sálfræðingur svona, þú veist ég hef rætt þetta við sálfræðinga, sko og þeir segja ég hef rætt þetta við nokkar sálfræðinga
Ég held undan tekningalaust að þá hafa þau sagt við mig að þetta sé vond hugmynd. Að það sé vond hugmynd að vera að bera allar þínar hugleiðingar á borð í rauntíma alltaf og að þetta komi niður á veljiðan henni. Það því að þú varst einmitt að tala um það að þessir hlutir að ég finn það sko ef ég tek síma minn og gerir Instagram story eitthvað, já ég hérna nú maður bara að borða þetta eitthvað svona, mér líður undan teknikalust illa eftir það fær sýnt frá lífið mínu en þú veist, ég ekkert að tengja við þetta, ég hugsa skilur, ég að sýna heiminum eitthvað svona bara frá daglugu lífi það er alltaf bara þetta er leiðilegt og ömurlegt Hvað finnst þér að birta efni af börnunum þínum á internetinu? Ég er ekkert viðkominn fyrir því. Nei. Ég skil samt, þú veist, sjónarmiðin í því. Ég er ekki mikið að því, en það birtast þær myndir af börnunum mínum, en þetta er ekki einhver svona rútína hjá mér, sko. Börnum mínu lítið í story og eitthvað svona hjá mér, en þú veist, ég treysti mér alveg til að birta einhverja fjölskyldumynd, sko. En ég er ekki mikið að því. Hérna? Það er bara að segja, mér finnst það svo leiðileg Nei, hérna það er hérna ég veit það ekki, það er þú veist, mér þætti eitthvað skrítið hvort þeim að vera alltaf að birta þau Já, ég er sammála því sko. Þú veist, mér skrítið að vita allt einhver börn hjá einhverju fólki sem að ég bara hitti valla sko. Er það ekki? Mér finnst það sko Mér finnst það líka En ég er samt svona voðalega mikið með fólk sem er að gera eitthvað með börnin sín Ég er svona maður, þú ræður þessu bara það er, þú veist, alveg eins og einhverju gefa börnunum sínum bara snakka borða skilur mér finnst það svona pínu skrítið skilur en ég ætla ekki að hafa skoðun að því sko Nei, maður kannski ert þú ég myndi að hugsa sko því ég er einhvern veginn ég leiði mér að vera með skoðunar á öllu Já, ég leiði mér alltaf ofta að hafa skoðunar á hlutum sem ég ætti örugglega ekki að hafa skoðunar á en ég reyni að vera ekki skoðunarlaus sko, mér leiðist það líka þegar það er alltaf svona já, er það ekki, eitthvað svona en kannski er ég bara þannig, ég veit það ekki Hvað er hérna, er einhver svona hlutur sem þú ert með einhver skoðun á það sem ertu ótrúlega fastur á einhver skoðun, það vorum að tala um aðan og verður ekki svona, kannski heimilifandi eða rosalega langt niðri svona frekar stabíll, er einhver svona skoðanir sem að þú hefur, sem að bara svona, heyrðu, þetta er absolutt Hvað er svona, er eitthvað sem er dettur í hug? Það er mikið í svona fjármálum Er það? Já, ég bara þoli ekki svona léleg fjármál Mér finnst það alveg bara svona heimilisbókhald sko. Mér finnst það er alveg svona Er það að tala um vondar ákvarðanir í innkaupum eða eitthvað þannig? Já, alls konar svona drasl spreða í eitthvað bull og vitleysu og hérna þú veist, ég er algjör svona greiða niður lán gæði sko Já. Eða fjárfestaði eða eitthvað skilur þú veist, ég er ekkert endilega með eitthvað bestu lausnina við hvað átt að gera við peningana skilur en bara ekki vera, þú veist gerðu eitthvað gaglegt við þá En hvernig birtist þetta? Ég þarf líka að skera það úr snörinni hérna sko, þú veist konaðinn kemur ekkert þú veist, hún reynir ekki að fela innkaupapókana fyrir þér svo þú sért ekki að hérna þú veist, hún er líka bara, hún er ekkert einhver ofsafengin kaupfíkill heldur sko Er það út af þér eða er það út af hún er þannig? Örugglega bara bæði og sko, þú veist, það er, ég meina, hún dregur örugglega fram einhvern svona x-mikla neysluhyggju við mér og ég dreg eitthvað annað tilbaka, skilur en síðan var hún, þú veist, bara eins og allt fólk, skilur keypti einhvern tímann, geðið mikið af fötum og síðan var hún bara hvað er ég að gera, skilur ég meina, það er ekkert ég sem var eitthvað að hamra það inn í hana, skilur síðan erum við bara með okkar system eitthvað og þú veist, ég er ekkert eitthvað hvað varst að kaupa þetta í búðinni, eitthvað alltaf, sko. Ef að ég og þú varum saman og ég myndi skipta öllum glösunum okkur út fyrir Ítala hvað myndi finnast um það? Þetta er bara heimskulegt Háru verið bara á glös sem ílát Mér finnst þau ekkert eitthvað lögmál að þau þurfa að vera ljót þú veist, ég á allt í lagi glös en þau eru ekkert eitthvað rándýr heldur sko Nei bara einhver glös, skilur við bara Áttu sér kampaðinsglös? Já, sko, ég gifti mig þá fekk maður svo mikið í gjöf Já, sér kampaðinsglös, já og hvítinsglös og rauðinsglös og bjórglös og já, ógeðslega mikið af einhverjum kjaftaði sko. En þú veist, það er ekki út í að ég fór út í búð og keypti það, skilur hvort ég gifti mig og fólk þurfti að gefa mér eitthvað sko. Já, þetta er nefnilega sko, þú veist, neysluhyggja og íhaldssemi er svo sérstök út af því að það er eins og, ég er eins og þú sko en aftur á móti þegar að kona mín kaupir eitthvað þá finnst mér rosalega sniðugt þá finnst mér eins og
eins og að sé svona, já, heyrðu en ég held að ég búi yfir þeim eiginleika að geta glaðst yfir hlutum vegna þess að ég búin að neita mér þá eins og þegar við konum minn byrjuðum saman þá var hann með eitthvað sjónvarp í láni á vinkonum sinni sem bjó útlandum svart, ókýslegt lítið drasl, skilur hann, það virkaði bara og hún keiftaði brafin á 10-15 skall og við bara vorum alltaf með þetta sjónvarp þannig til að bara skemmtist, skilur og við erum ekki að vera að kaupa annað sjónvarp, skilur þetta virkar, skilur bara get hort á fréttir og allt í þessu og og síðan keyptum við eitthvað Samsung sjónvarp á fótum, skilur sem ég fekk á einhverjum afslætti líka og þú veist, ég horfi ennþá á þetta sjónvarp og bara elska þetta sjónvarp, skilur þú veist, mér finnst þetta bara unaðslegt sko, að búa við þessi gæði en það líka bara út af því að ég held að ég fái eitthvað út af því að bara rjúka ekki út í búið og kaupa það virkar fyrir mig, skilur nei, ég er sammálaður, sko, ég talaði ótrúlega mikið af hlutum sem að kona minn hefur keypt og ég hef verið svona veist, ég sýni enga vanþóknun en ég hugsa samt alveg bara svona þurftu við þetta, já. Svo þurftu við það rosalega mikið og ég notaði alveg helling, sko. Já, síðan þetta líka eins og með, sko, ég hef mixt mikið líka bara eins og með svona mat og svona og því, þú veist, ég á börn og fyrst ég Leifiði mat ef ég á einhvern pening, sko af hverju ætti ég eitthvað hafa bara nákvæmlega það sem bara verður að vera til þess að fá næringu líkamannaðir, skilur það má kannski alveg vera eitthvað 2-3 möguleikar eitthvað svona, já, ég vil frekar þetta, skilur þú veist, ég svona þannig að maður er svona, ég held ég sé bara mannlegur með þetta, sko, þú veist, ég er ekkert eitthvað þú veist, ég reyni bara að hafa ákveðna reglur ég reyni ekki að vera að taka einhverja heimskulegar ákvarðanir með peninga. En þú veist, hversu langt gengur þetta? Þú veist, konaðinn, þú kemur heim búin að halda uppistand, þreyttur sagan meikar ekki sens en allavega, konaðinn er að elda hún er að elda lambakonfekt úr kjötbúðinni. Já. Hvað finnst þér? ég held að ég væri bara sáttur með það, sko. Þetta er 13 skall kíló eða eitthvað, sko. Já, þú veist, þetta er, sko, hún náttúrulega matgeðingur. Hún elda góðan mat. Hún er með hlaðvarp. Já, hún er með hlaðvarp mat, sko, þannig að Plugga því, hvað heitir það? Það heitir Bragðheimar, mjög gott stöf, sko, og ég myndi hugsanlega að segja, þú veist, þú getur örugglega fengið þetta frítt, en hvað meinarðu? Bara með hlaðvarp, þú hlýtur að geta labbað inn, heyrðu, Já, bara upp á spons. Já, en Er það alltaf fyrsta spurningi sem þú spyrði hana? Fékkst þetta ekki ókeypis? Nei, þú veist, ef hún væri að gera það hverjum einasta degi og ég bara eitthvað, heyrðu, þú veist, við eigum eitthvað pening og þú ert alltaf að elda lambakonfekt þá væri ég eitthvað bara, þú veist, er ekki lægi, við verðum að borða eitthvað annað en lambakonfekt en þú veist, síðan er ég líka alveg klikkaður, skilur, þú veist, ég er alveg mér getur alveg dottu að bara nautalund á miðvikudegi. Já. Þú veist, ég er ekkert alveg, þú veist, ég hef mixt mikið hvað þessu, en það verður bara að vera einhver svona samfell í þessu, þú veist, það verður að vera eitthvað, það getur ekki bara alltaf vera á miðvikudegi og fimmtudegi og föstudegi, skilur og svo sem bara eins og flest fólk, þú veist, það þarf eitthvað að hugsa hvernig eða peningunum sínum en þú veist, það er svona allar áskriftir og svona, ég þóla það ekki. Ekki? Nei, hræðilegt. Ég er með áskriftir út Já, bara ekki, þú veist, ég bara og ég er fljótur að segja þeim upp, sko. Já. Bæ mér einhverja áskrift svona í 3 mánuði og bara ég segja þessu upp, ég er ekki að nota þetta. Já, ég er sko og ég er svona gæði sem fílar vildar punta og svona, þú veist ég dýrka það, sko. Þú veist, einhvern veginn tryggingarna fara ekki ennum kreditkortið og ég er að fá einhverja vildapunta og þú ert að græða á þessu þá? Já, þú veist, þú veist, maður býr til einhverja svona sögur hann í höfðun á sér, sko. Samtvinnum þetta, nú var Snorri Másson að fjallum það einhverjum hlaðarstætti með einhverjum öðrum áður en að var stjórnmálamaður að við ættum svona að gefa heimavinnandi móður hærrendur höfði. Við erum báðir svona nyrlar, sko, að við vildum einu svona búa til matreiðslubókina borðaði með skeið. Það eru bara ódýrar og góðir réttir þú borðaði með skeið, en já, halda áfram Nú er það komið til kosmos og kannski sér það í bókabúðum. Vonandi stelur ekki einhverju hugmyndin. Er bakslag í umræðum heimavinnandi móður? Því að nú verður fjallað mikið það svona úr barnsburð, þú veist, og þetta sé einhver
svona, já, að lauma þeirri hugmyndum að konur eiga ekki að vera á vinnumarkaði bakdæra megin, sko að þeir eiga að vera, þú veist, að unga út börnum og þessi umræðu öllum það að við sem hafa áhyggjur af fjölgun Íslendinga sé bundin við það. Hvað finnst þér, bakslag í tilvist en að heimavinnandi? Ég veit ekki hvort það sé eitthvað bakslag endilega, þú veist, þetta ekki svolítið mikið líka svona samfélagsmiðla dæmi, þú veist, þetta svolítið svona þetta ekki oft fólkið hérna, það útrúlega vinstri sinnað þegar það anti einhvern veginn og hægri sinnað þegar það einhvern veginn anti eitthvað, veistu hvað ég meina? Já. Að þetta svona, þú veist, að það ætlar að vera vinsæll á samfélagsmiðlum, þá ertu með eitthvað í gangi sem öðru í þessi. Já. Og eins og hana gellan sem geðið fræg þannig á TikTok sem að talar alltaf svona inn og allt. Já, þetta gella sem bara hjúts á TikTok. Og hvað hún íslenska? Nei, þetta einhver amerísk gella sko sem að maðurinn eitthvað mótel eða eitthvað og þetta alltaf eitthvað maðurinn minn svangur þannig ég gerði kjúklingasóð frá grunni, alltaf eitthvað svona, þetta alltaf allt frá grunni hún alltaf eitthvað að gera eitthvað gett gali og allt gett fullkomið skilur og það bara gett vinsælt, ég menn það enginn að því síðan, þú veist, ég veit ekki alveg málið þetta náttúrulega ekkert valmöguleiki fyrir fólk sem bara með eitthvað einn gaur með 700 skall á mánuði, konuna getur ekkert eitthvað verið heimavinnandi húsmóðir að hafa allt gett fínt, skilur þú veist, þetta ekki bara eitthvað svona fantasía hjá ríku fólki og annarkvort fílar það annað ekki Jú, en út af að tala andstæðina sko, þá samhlega þessu svo ég tala nú máli þeirra sem eru svona móti þessari þróun, að þá það líka það að kallinn eigi að sinna vinnunni vinna mikið, gera vel koma heim svona 50s hugmyndu af karlmanni sko, getur slæst í bíl eða eitthvað jólin þú veist, hlutaðu segir skilur einhvers fólk getur gert þetta og það bara lifið góðu lífi og kannski vill það en síðan einhvern veginn þegar það komið inn í umræðuna einhvern veginn bara svona alveg venjulegt fólk eigi bara geta gert þetta einhvern veginn, þú veist það kannski svolítið skrítið sko, þú veist bara allt í einu eiga ekki að vera tveir útivinnandi einhvern veginn, þegar það bara normið sko. Nei, þetta náttúrulega eins og segir sko, en það að verða svo miklar breytingar eitthvað á samfélaginu sko, að maður á svo erfitt með að gera sér grein fyrir þessu öllu ég held að við vorum að tala stjórnmálna ég væri til að vera heimavinnandi sko. Það? Já, hafa konuna mína alveg bara einhverjum massastöðu sko. Hvað myndir þú gera? Myndir þú þá bara vera heima að baka og sjá bönnin og... Já, ég myndir reynda ég væri líklega bara, þú veist, þetta fólk ekki allt með einhverja þrífakonur líka og eitthvað svona Allar að vera heimavinnandi með þernu heima Já, þú veist, kona mín væri það ríka ég væri einhvern veginn, já, eða ekki ég veit það ekki Varu líka með pössunapíu heima? Já, ég veit það ekki kannski vil ég ekki vera heima ég vinnu að, þú veist, ég þrífst á því að vinna sko, vera með eitthvað í gangi þannig að nei, ég myndi líklega ekki vilja það Nei, ég hef oft pælt í þessu sko svona... En síðan líka svona homeschooling og svona ég bara skil ekki hvernig fólk bara yfir höfuð nennið í sko Nei, ertu á móti því eða? Það náttúrulega, ég ekkert í gangi eins og hér sko, ég veit ekki alveg Nei, ég held að segja ekkert endilega gott fyrir börnin sko. Nei, en svona fólkið sem að svona þú sagðist vera íhaldsamur sjálfur, ég held að þú set ekki svo íhaldsamur sem er að kenna svona LGBT hugmyndafræði og vera að tróða alls konar vitleysu í hausinn á krakkana Geti ekki svona kent þeim að lesa og skrifa en geta kent þeim einhverja svona dellu sko Já Hvað veistu þetta, þessu umræði? Ég veit einhvern veginn ekkert hvernig þetta ástand, þú veist, ég ekki með barni í grunnskóla ég veit ekki alveg hvernig þetta þú veist, þetta bara heilu tímanir sem fara bara í þetta Ég veit bara ekki eitthvað transmál og Það er þetta á umræðunum Það oft talað bara eins og þetta sé bara, já krakkar, við erum velkomin og séðan bara fari bara 8 klukkutímar bara í einhver hinsegin mál sko Þú veist, þetta ekki meira eitthvað svona myndi í einhverju bók sem eitthvað svona sem truflar einhverja og það eitthvað svona, það til hvár eru til eða eitthvað og séðan bara svona, já það fólk sem að, þú veist ekki kallaða kona eða eitthvað svona séðan eru til hommar höldum áfram, þú veist þetta bara heilu kennslustundinar sem bara eru bara menntakerfi okkar bara einhver hinsegin skóli eða Nei, ég held nú ekki þú veist, minnst það oft vera umræðan sko, þú veist, ég hef ekkert eitthvað það miklar áhyggjur ég hef bara engar áhyggjur að því að ég mitt sé eitthvað ok En þetta svolítið sama og við vorum að ræða áðan svona absolutt hugmyndafræði þar sem að andstæðingurinn þarf að vera vondur Ég reyndar, eitt sem ég skil ekki sko, það kynhlutlausa málið sko, og ég sá það er óþolandi
að ég sá eitthvað svona mynd úr einhverju svona skóladæmi eitthvað, breyttu þessari setningu kynhlutlausa, þá var ég eitthvað, byrjum að útskrifa þau læs, skilurðu, þá var ég eitthvað, þetta flækir, þú veist, ég man þegar ég var að læra málfræði svona, og ég man þegar ég var orðinn ákveðlega góður í henni, kannski 9. og 10. bekk og svona nokkuð skilningsríkur, og ég fattaði hvað margir væri einhvern veginn ekki að ná utanum alls konar, og ég var bara, vá, hvað þetta fólk, þú veist, þetta það síðasta sem þú þarft að gera fyrir börnin, að fara að flækja þetta, þú veist, ég vil bara að börn séu látin bara lesa í skólanum, það kendi mér bara að læra, sko, að ég bara neitaði að fara í tíma og eitthvað svona í 9. bekk og það var örugglega svona aumingjavæðing að einhverju leyti, en það var bara, mér var bjargað að ég bara mætti helst ekki í skólan, sem var ég bara til í, þú veist, ég var eitthvað látin að lesa einhver staðar í einhverju hotni, í einhverju námsverið eitthvað með einhverjum svona krökkum sem átti einhverjum erfileikum með eitthvað, sem var bara, þú veist bara, ef þú ert í skólanum, þá máttu bara vera hér, skilur, bara lofar að vera ekki heimaður að skrópa, gerði ég það einhver tíma, ég bara mætti skólan, las allan daginn, sjáðu núna, og síðan bara fattaði eftir einhver tíma, bara ég nenni ekki að vera hérna að lesa allan daginn, skilur, ég þarf að fara að læra eitthvað, þú veist, ef ég ætla að gera eitthvað, það var bara miklu léttar að læra allt og það hefði skilning og öllu og þú veist, ég var bara orðin bara einhverja tilfinningu, þú fyrir að lesa, þú sest niður og lest bækur bara. Það virkar alls konar stöðvar, sko. Þetta gerir miklu meira heldur en bara þær upplýsingar, þetta er miklu meira en þær upplýsingar. Það er mesta gjöf sem ég fengi í menntakerfinu var að vera bara, heyrðu, ok, bara slepptu þessu, þú veist, þú ert hvort þér ekki að fara að mæta, lestu hérna og það bara bjargaði mér, sko. Já, ég nefnilega held að lestur sé alveg gríðarlega mikilvægur og það gerði mig bara ágætu námsmanni og þú veist, ég allavega frekar auðvelt núna með að svona tilenga mér eitthvað, ég er ekkit endilega mjög svona, ég hef ekki gernum tíðan að vera kannski mjög svona formfastur í námi, sko. Nei. Ég hef ekki eitthvað, en það er bara því ég hef einhvern veginn vannrækt það, sko, en þú veist, ég á mjög auðvelt með að tilenga mér alls konar. Ég verð bara svo fanatískur í því að, sko, ég er ekkert eitthvað sérstaklega fljótur, eða, þú veist, jú, ég er enda ráðan fljótur að lesa, en ég er ekkert endilega meðtaka mig, en ég bara verð fanatískur í því, bara ég get sitið í 6 tíma og bara ef ég fæ eitthvað heilanum Mið-Austurlönd, þá bara ger ég ekkert annað en að vera bara að lesa um það. Með mig. Og það er það sem er svona að gera mann, já, eins og segi, ég held að sé rétt hjá það með lesturinn, sko, þetta virkar alls konar stöðvar, sko, sem að væru ellegar ekki fyrir hendi, sko. Ég held að mér finnst einmitt mjög vont, sko, ég held að þetta er ekki bara það að við séum ekki að útskrifa fólk ekki læst, heldur er þetta bara, þau munu ekki geta tekist á við lífið ef að þau eru ekki læs. Nei, og síðan náttúrulega virðast foreldrar einhvern veginn leggja minni upp á þessu og fyrst að foreldrar eru bara ekki sinnað þessu, þá þurfum við bara að taka ákvörðun og við bara að leggja miklu meira áherslu á þetta, þú veist, í skólum og því að þú veist þú veist, já, svona erfitt með að meta með skólana, sko, hvort að þeir séu endilega eins og með þetta, að vanra ekki eitthvað geðveitt mikið eða þetta séu foreldrarnir. Já, minna, þú veist, það er náttúrulega, mér líður svolítið eins og skólinn eigi allt í einu bara að kenna börnunum allt, sko. Já, en að það sé bara tengist ekkert heimilislífið þínu eða neinu eða hvað foreldrinn er að gera. Mér finnst, sko, að við eigum að fara að taka aftur upp skömm og ég ætla að vera með verkefni sem heitir Skilum skömminni, þar sem við erum í rauninni að shama foreldra fyrir það allir með að láta börn hafa síma, fyrir það ég er mjög mótfallin svona símanótkun barna, sko. Þetta er náttúrulega ég vil bara banna þetta. Já, ég er sammála. Ég finn bara með hvernig ég er með síma minn og hvað ég er háður honum og ógeðslegur og hvað þetta skadar mig mikið, þá barn sem er, sko, með bara óþroskaðan heila verja bara eyða stórum hluta æsku sinnar í símanum. Ég sé ekki að þetta getur verið gott. Þegar manni, sko, þegar ég var í skóla og banna síma og einhverju foreldrar brjálaðir, hvað ef ég þarf að ná í barnið mitt, hvenær þarft þú að ná í barnið þitt á skólatíma? Ég er að fara með ömmiðina upp á slys og barnið þarf ekki að vita, þú hringir í skólan ef það er eitthvað að. Ef þú þarft að ná í barnið þitt, þá hringir í skólan. Bara eins og við gerðum alltaf, sko. Já. Hvað þarf það að ná í barnið þitt á skólatíma? Nákvæmlega, og þetta er líka svo vont, ég skil þetta ekki, sko. Ég meina til dæmis að ef að ég myndi til að mynda fá kvíðakast, þá myndi ég náttúrulega bara, þú veist, ég myndi taka upp kvíðakastið, myndi birta það, svo myndi ég bara leggja símann frá mér. Já.
það eitthvað sem við þurfum að tilengja okkur, að vera ekki alltaf að skrolla, heldur frekar að birta kvíðakastið, leggja hann frá okkur, þá erum við búið með það. Já. Ég held að sé mjög slæmt hvað við erum líka sko, börnin náttúrulega læra það sem eftir nefna haft, að ég meina, ef maður leggur frá síman eða eitthvað, og krakkin alltaf að reyna að ná í síman. Já, þetta nefnilega magnað að ég sé þetta mingri dóttur mína sko, hún 15 mánaða, það bara svolítið síðan og hún byrjaði bara, hún sá bara, ég var ekki með síman í höndunum, bara tók hann og rétti mér. Já, bara, vá hvað þetta sjúkt. Og þannig, þú veist, ég bara að reyna að vera í einhverju massífu átaki heima fyrir, bara einhvern veginn að breyta þessu, sko. Ég set hann lengst upp í hillu, þannig ég þurfa að vera svona smá við þurfum að setja einhvað aðeins öflugri reglur þarna heima fyrir sko, bara með nákvæmlega hvernig systemið á að vera sko. En við reynum að vera ekki ómikið í símanum en þú veist það eru allir sikir í þessu þess vegna eins og segið, þess vegna þurfum við að skila skömminni til foreldra sem eru ómikið í símanum. Já. Og ég sá svo sorglegan hlut daginn ég var á heilsugæslunni, ég hef sagt frá það var ég búin að segja þetta? Nei, ég bara var með, þú veist, þegar ég var í Hagaskóla sko, og voru krakka með eitthvað svona tæki og kennarinn sagði, allir að láta mig fá síman sinn og máttu ekki taka síman minn eitthvað eignaréttur á einhvern síma haltu kjafti, láttu mig fá síman skólinn á bara ekki að segja það er ekki síma henn inni, mér er alveg sama þú eigir hann eða ekki, mér er alveg drullu saman með eignaréttin, láttu mig fá síman að sjálfsögðu þetta er að börn sé einhvern veginn svona sjálfstæðir einstaklingar en skólastofunar sko. Ég er ekki að tala að taka upp prikið aftur sko. Nei, aftur á móti þú ert ekki að læra þegar þú hangir í símanu þínum kennarinn á bara að geta skuttlað barninu út úr tímanum eða með einhvern djöfurs kjaft. Sen er þetta náttúrulega líka bara vandamál örugglega á bara samskipti fullorðina og innan fjölskyldna og vinnustuðum sko. Þú sért í hádegismat einhvern veginn og þú veist, ekki það, þeir eru frjálst að vera bara í símanum, en þú veist, þetta er oft skrýndið bara, eitthvað hangandi í símanum, en þú veist, ég skamma fólk sem ég er með og nenni ekki að vera með því að það er mikið í símanum fyrir frammi. Nei, það er hundlegald, en svo er þetta eins og með börnin, sko, það er svo vont, þú veist, þegar kemur kannski bara einhver fulltrúi barna eitthvað, þau eiga náttúrulega bara rétt, þau eiga ekki að hafa rétt á þessu rugli. En ég er ekki eiginlega allir orðnir sammála þetta núna. En af hverju er það ekki að gerast hraðar? Af hverju er ekki búið að banna síma? Já. Þetta er mér að gerast ég er sammálaði samt, maður ræðir ekkert manneski sem segir bara, en þú veist þegar sjálfstæðisflokkurinn er byrjað að segja bara bönnum síma í skólastofum, eitthvað svona, voru þeir ekki að því núna? Jú, Jón Pétur Símsen hefur verið að fara. Kannski er það ekkert nýtt, en þú veist svona frelsispælingar sko. Já, ég meina, þetta er frelsismál að koma þessu úr lúkunum á krökkum. Já. Það er náttúrulega bara, eins og segi, hræðilegt. En hérna, Jakob, við förum að ljúka þessu. Var það hræðilegt spjall eða? Nei, bara takk æðislega fyrir að koma. Þangað til næst, vaxtaverkir í sýningu núna. Mæli með, ég er búinn að fara, ég er að pæli að fara aftur sko. Já. Þannig að ég hérna, eins og segi, mér fannst þetta ógeðslega fyndið, þetta er ótrúlega skemmtilega afturreying, úr mjög fyndin, líka gott að sé svona, já, eins og ég var að nefna núna í upphafi, bara smá svona jaðar hérna húmor. Já. Björn bara gerir þetta ágætlega líka, hann er fyndin í þessu, en að íta svona aðeins á jaðarinn og þora aðeins svona stika yfir, og ég sá að það var einhverjum manneskja sem var Nei, það var einhver móðgæður yfir í einhverju sem þú sagði hann í sýningunni Hrafnhildur, hérna kona mín sagði mig frá því ég mitt eftir og hún sagði hérna einhver hafi verið að tuða í hliði eitthvað yfir því að þú hafir sagt eitthvað, hann bara sagði þetta þannig að þið vitið að þetta er góð sýning. Já, einmitt. Allir geta fundið eitthvað til þess að móðgast yfir. Það er æðislegt. Mér finnst það. Jakob Birgisson, takk æðislega fyrir að koma og þangað til næst.